Komið þið sæl. Ég heitir Hrund Lóadóttir og er verkefnastjóri hjá Reykjavíkurborg varðandi sérkennslumál og skólanagreiningar í Reykjavík. Og ég ætla að fjalla skólaskil, upphaf skólagöngu í grunnskóla og stuðning sem veittur í grunnskólum. Og það sem er eina af stóru breytingunum við að fara frá leikskóla yfir í grunnskóla að þá hefst skólaskildustigið. Þá er það orðið lögbundið að börn megi að fara í grunnskóla og foreldrar eigi að sjá til þess að barnið sæki grunnskóla. Nú, foreldrar bera ábyrgð á því að barnið innritist í skóla og sæki skólan en það er samt aðeins heimild bæði til þess að byrja fyrr og byrja seinna í grunnskóla en venjulega byrja börn í grunnskóla árið sem þau verða 6 ára, í ágúst. Nú, foreldrar styðja við skólagöngu og námsframvindu barna sinna og það er alltaf til þess að þau taki þátt í námi þeirra og skólastarfi í samvinnu við skólann. Skólabyrjun í grunnskóla hefur mikil áhrif á líf barns og fjölskyldu þess. Það er stór stund í lífi fjölskylduna þegar barnið fer á leikskóla í grunnskóla. Börnin hafa ýmsa væntingar skólagönguna sína. Þau eru yfirleitt mjög spennt að byrja í skóla. Þau eru yfirleitt jákvæð og almennt tilbúin og það er mjög mikilvægt að vinna með jákvæðni barnanna. Nú, þau eru að fara úr leikskólanum þar sem þau voru elst og byrja í grunnskólanum þar sem þau verða yngst. Og það er margt merkilegt og stórkostlegt að gerast og læra að lesa og reikna og bara fara að læra. Og þau eru hins vegar ekki öll jafn tilbúin og þess vegna verðum við að vera vakandi fyrir því hvernig barninu líður við upphaf skólabyrjunar og vera tilbúin til að styðja við það á góðan hátt. Og það þarf að huga að mörgum þáttum við upphaf skólabyrjunar, bæði námslegum og félagslegum þáttum. Nú og samstarfinu sem er framundan, foreldrar og skóla. Nú, foreldrar hafa líka væntingar skólabyrjun barna sinna og sérstaklega ef að barnið er elsta barnið í fjölskyldunni þá geta foreldrar verið óöruggir, sérstaklega ef að barnið hefur einhverjar sérþarfir og eru kvíðnir fyrir byrjun skólagöngunar. Þeim finnst skólinn stærri og ópersónulegri en leikskólinn. Þar þurfi börnin ofta að bjarga sér í óöruggum aðstæðum og stundum er hugmynd foreldranna skólan í takt við þann skóla sem þau kynntu sjálf sem nemendur. En að mörguleyti hefur skólinn kannski breyst heilmikið á þessum tíma. Og þetta við sérstaklega barnið er elst og elsta barnið í fjölskyldunni og börnin er ekki barn fyrir skóla. Nú, þegar barnið er í leikskóla eiga foreldrar daglega erindin í leikskólan og eru í daglegum samskiptum við starfsfólki. Þessi samskipti eru hins vegar oft stopull í grunnskólanum og það getur valdið kvíða hjá foreldrum. Skólalóðir eru stundum líka kvíðaefni hjá foreldrum, þær eru opnar og miklu opnar en lóðir leikskólans. Nemendafjöldin er mikill og þau eru á öllum aldri og foreldrar óttast kannski öryggi barnsins síns í þessum aðstæðum. Þess vegna er svo mikilvægt að kynnast skólanum, fá að sjá hvernig starfið er, eiga samtal við stjórnendur skólans, fara og skoða og kynna sér hvernig öryggi barnanna er tryggt í skólanum. Nú, nemendum með sérþarfir, að skólar eiga að hafa sérstaka móttökuáætlun gagnvart nemendum með sérþarfir, þar sem foreldrarnir geta kynnt sér hvað er framundan, hvernig skólinn verður kynntur og hvað er í boði í skólanum. Nú, nemendur eiga rétt á að það sé komið til móts við þarfir þeirra í samræmi við hvernig þær eru metnar og í almennu skólastarfi án aðgreiningar. Þeir eiga rétt á stuðningi í námi og skólanum ber að gera einstaklingsnámskrá vegna barnanna í samstarfi við foreldrana og einstaklingsnámskrá er einmitt það tæki sem er svo gott að nota sem samstarfs- og samvinnutæki milli foreldra og skóla. Nú,
Leik- og grunnskólar hafa yfirleitt alltaf með sér samstarf skólaskilin í langflestum tilfellum. Það eru gagnkvæmar heimsóknir í mörgum skólum, kynningar heimsóknir í leikskóla til grunnskóla og oft fleiri en eina að vori. Börnin taka þátt í ýmsu starfi í þessum heimsóknum, heimsækja 6 ára bekkin, fara jafnvel í bókasafn skólans eða í íþróttahús og dvelja jafnvel í 1 eða 2 kennslustundir í senn með einhverjum 6 ára bekk í skólanum. Einnig eru ýmis samstarfsverkefni víða milli leikskólakennara og grunnskólakennara, þar sem unnið með eitt verkefni með elstu börnum leikskólans og yngstu börnum grunnskólans. Upplýsingamiðlun frá leikskóla til grunnskóla fer líka fram. Það eru ákvæði í lögum að upplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir velferð og aðlögun barnsins í grunnskóla skuli fylgja barninu frá leikskólanum. Og það er algengt að leikskólar og verðandi grunnskóli barns fundi börnin sem hafi sérþarfir á vormánuðum og leikskólinn gerir grein fyrir þörfum barnsins, hvernig unnið hafi verið með það í leikskólanum, hverjar hafa framfarirnar verið og svo framvegis. Yfirleitt kemur skólaþjónusta hvers sveitarfélags að þessu samstarfi vegna skólaskila barna með sérþarfir og upplýsingar sérfræðiþjónustu sem hefur verið veitt á leikskólastiginu flytjast þannig með barninu yfir á grunnskólastigið og þannig ætti að skapast meiri samfella fyrir barnið á milli leik- og grunnskóla. Helstu breytingar við það að byrja í grunnskóla að þegar barnið byrjaði í leikskóla þá fór fram aðlögunartími. Það voru ekki mörg börn að byrja í einu. Það fór fram aðlögunartími, foreldri var með barninu nokkra daga, tíminn smá lengdist. Þetta ekki svona í skólanum. Það væri ekki gott ef allir foreldrarnir væru inni með öllum börnunum í byrjun grunnskóla og í byrjun hvers dags. Það því ekki sama svigrúm til aðlögunar í skólanum eins og í leikskólanum en ef barn með sérþarfir að ræða þá þarf við skólabyrjun að skoða þarfir barnsins hvað þetta varðar og gera áætlun skólabyrjun barnsins. Starfið í grunnskólanum samkvæmt skipulagðri stundaskrá. Í leikskólanum líka skipulagður dagur barnsins en nú komin skipulagð stundaskrá en hún getur samt verið mjög mismunandi eftir skólum. Það kemur þó alltaf fram hvenær skóladagurinn byrjar og hvenær hann endar, hvenær börnin fara til dæmis í íþróttir eða sund og sérgreinar, hve langar vinnulóturnar kannski oft þær 2 sinnum 40 mínútur og hve langar frímínútur Dagurinn skiptist oftast í nám og leik í heimastofu, sérgreina tíma, hreyfingu í frímínútum og íþróttatíma og nestis og hádegisverðartíma. Og víðast hvar í námi 6 ára barna ríkir fjölbreytni í náminu. Það unnið með leik og hlustun og áhorf, einstaklingsverkefni og samvinnuverkefni. Það getur verið mismunandi milli skóla hvað útivera barna löng. Í sumum skólum kennslan skipulögð úti sem útikennsla að hluta til. Í sumum skólum hefðbundnir bekkir en í öðrum nemendur skipt í hópa sem vinna á svæðum með fleiri en einum kennara. Algeng bekkjarstærð þar sem hefðbundnir bekkir í 6 ára bekkjum í Reykjavík 18 til 20 nemendur í bekk. Þeir skiptast svo oft í minni hópa, svo sem þegar börnin fara í verklega greinar og einnig bekkjum og nemendahópum skipt oft upp í alls konar hópa í tímunum sem oft nefndir eftir litum, guli hópurinn, rauði hópurinn eða fílahópurinn, tígrisdýrahópurinn og nefndu þá eftir dýrum. Þegar barn kemur í grunnskóla þá gerðar auknar kröfur sjálfstæði barnanna. Til dæmis það að geta klætt sig sjálfur, farið sjálfur á klósett og verið tiltölulega sjálfbjarga í hádegismatnum og svo framvegis. En í öllum skólum litið á fyrstu mánuðina samt sem skólaaðlögunar tíma fyrir öll 6 ára börnin og þá unnið með það að auka sjálfstæði barnanna í grunnskólanum. Þegar
barn með sérþarfir hins vegar að byrja í skóla og ræður ekki við þetta sjálfstæði varðandi þess þætti, þá mjög mikilvægt að skipuleggja stuðning varðandi þennan þátt í skólastarfinu. Nú, í skólanum líka aukin áhersla á árangur. Við heyrum til dæmis og foreldrar heyra væntingar varðandi lestrarframfarir til dæmis og það koma fram væntingar til foreldra varðandi heimanám og ýmsar slíkar skyldur, en það þegar barn með sérþarfir að ræða, þá mjög mikilvægt að foreldrar og skóli ákveða saman hvað hæfilegt í þessu efni fyrir barnið. Nú námið líka skipulagt í námsgreinum, það heitir íslenska og stærðfræði, samfélagsfræði og list og verkgreinar, þó að í flestum skólum sé unnið með samþættingu þessara greina, þannig að það mismunandi skörp skil á milli námsgreina. Nú, í grunnskólum þá ber öllum skólum að setja skólareglur og setja fram hvaða viðurlög við skólareglunum. Það núna kveðið skýrar á stundvísi, umgengni og fleira og með því meira ábyrgð færð yfir á herðar barnsins að framfylgja reglum. Þetta þarf að hafa í huga þegar barn með sérþarfir að ræða hversu miklar kröfur hægt að gera til barnsins í hverju tilfelli og hversu mikla ábyrgð á þessum þáttum hægt að sitja yfir á barnið. Nú, í leikskólanum var skóladagurinn heildstæður. Barnið var þar allan daginn, það mætti að morgni, fór svo heim þegar foreldrar sóttu á seinni part dags. Nú hann tvískiptur. Hann tvískiptur í skólatíma og frístundatíma og yfirleitt ekki sama starfsfólk að ræða á báðum stöðum. Þessu þarf að huga vel að þegar barn með sérþarfir í grunnskóla. Nú, í hverjum skóla samsettur starfsmannahópur. Það eru skólastjórnendur og það yfirleitt aðstoðarskólastjóri og í stærri skólum einnig deildarstjórar og jafnvel verkefnastjórar. Og það mismunandi hvernig þessi stjórnendur skilgreindir. Deildarstjórar geta verið stjórnendur á ákveðnu aldurstigi, þannig að það sé sérstakur deildarstjóri yfir yngsta stiginu sem foreldrar geta þá haft samskipti við og þá sérstaklega að huga að því aldurstigi í skólanum. Það getur líka verið stjórnendur skilgreindur ákveðin verkefni eins og til dæmis deildarstjóri sérkennslu sem hefur þá yfirsýn og skipulagsstuðnings í skólanum að gera. Nú, allir nemendur hafa umsjónarkennara og hvort sem að barnið með sérþarfir eða ekki, þá hefur það sinn umsjónarkennara eins og önnur börn sem fylgist náið með námi og þroska og líðan barnanna og annað samstarfið. Og yfirleitt umsjónarkennari barnsins á starfsmaður sem foreldrar hafa mest samband við. Svo ýmsir aðrir kennarar sem sinna börnunum, svo sem sérgreinakennarar, íþróttakennarar og fleiri. Og þá skiptir mjög miklu máli hvernig samvinna á milli umsjónarkennara og þessari kennara og hvaða upplýsingar þeir fá nemanda sem hefur sérþarfir og mjög mikilvægt að það sé líka gott samstarf við foreldra það. Nú, sérkennarar starfa yfirleitt í flestum skólum og allir skólar leitast við að hafa sérkennara í starfsliði sínu og sérkennsla getur farið fram víða í skólanum, inn í bekkjum, í litlum hópum, utan bekkja, jafnvel einstaklingslega, en það heyrir þó yfirleitt til undantekninga að einstaklingskennslu sé að ræða. Þroskaþjálfarar eru nú í mörgum skólum og þeim hefur fjölgað í grunnskólanum að fjölga. Og þeir vinna oft sérstaklega með ákveðnum nemendum og hafa umsjón og skipulag annars stuðnings, svo sem stuðningsfulltrúa og þjálfun einstaklega nemenda eða setja upp prógram í kringum nemendur. Nú, stuðningsfulltrúar eru starfandi í skólum og oft eru þeir í 6 ára bekkjunum einmitt en þeir eru kennarum til aðstoðar í bekknum og geta í sumum tilfellum verið til aðstoðar ákveðnum nemendum, ef það eru nemendum með miklar sérþarfir. Nú, aðstoð þeirra við þá nemendur getur verið vítt og breytt í skólastarfinu og takmarkast ekki við skólastofuna. Síðan erum við með skólaliða sem eru börnum til aðstoðar á göngum og í frímínútum og það mjög mikilvægt að þetta starfsfólk hafi upplýsingar sem varða börn með sérþarfir eins og út í frímínútum
hvernig eigi að bregðast við og hvernig eigi aðstoða þau. Nú, stuðningur í grunnskóla, hann getur verið mjög margvíslegur og ná til mismunandi þátta í skólastarfinu, frá hinu smáa til hins stóra. Og það mismunandi hvaða stuðning þarf á hverjum tíma og í hverjum skóla getur skipulagsstuðnings verið mjög mismunandi. Eftir því sem námsumhverfið sveigjanlegra og margbreytilegra og kennslahættirnir fjölbreyttari, því líklegra að hægt sé að mæta þörfum barnsins í nemendahópnum. Og með samstarfi kennara fæst líka breiðari þekking og færni sem nýtist betur öllum nemendahópnum. Nú, samkvæmt lögum þá ber sveitarfélögum að gera ráð fyrir fjárveitingu til stuðnings í grunnskólum. Það hins vegar ekki skilgreint hve mikið það á að vera. Samkvæmt lögum ber sveitarfélögum einnig að veita nemendum stuðning í samræmi við þarfir þeirra. Það hins vegar ekki skilgreint hve mikil þjónusta hver einstakur nemandi á að fá eða hvaða tegunda þjónustan eigi að fá. Það því skólans að skipuleggja sveitarfélagsins að ákveða fjármagnið sem að fer út í grunnskólana og hvernig því dreift og það skólana að skipuleggja stuðningin. Og sveitarfélögin setja því hvert fyrir sig reglur úthlutun fjármagnsins. En stuðningur ekki bara sérkennsla hjá sérkennara, þjálfun hjá þroskaþjálfa. Stuðningur felst einnig í því hvernig við aðlögum námsumhverfið að barninu. Hvaða námsefni við veljum því, hvaða tæki í námi, svo sem tölvutækni og fleira. Og í kennslustofunni umsjónarkennarinn fyrsti aðilinn sem veitir barni stuðning. Það hann sem skipuleggur og veitir barninu grunnstuðning í skólastarfinu. Hann setur til dæmis upp sjónrænar vísbendingar í kennslustofunni sinni. Hann hugar að því hvaða uppröðun hentar í kennslustofunni fyrir börnin miðað við þarfir þeirra. Hann skipuleggur hvernig hann skiptir hópnum í minni hópa í ákveðin verkefni og svo framvegis. Og þegar umsjónarkennarinn gerir þetta, þá vonandi hefur hann í öllum tilfellum í huga sérstaklega börnin með sérþarfir í hópnum. Nú, þegar sérkennari kemur að stuðningi við barn, gott samstarf og samráð milli hans og umsjónarkennara mjög mikilvægt til þess að skapa samfellu í námi barnsins. Það á líka við þegar hann stuðning frá þroskaþjálfara að ræða. Stuðningur sérkennari getur hvort sem verið inn í nemendahópi með einstöku barni eða þá að sérkennari kemur inn í nemendahópin og vegna fleiri en eins barns í nemendahópnum. Nú, þegar stuðningsfulltrúi barni til stuðnings afar mikilvægt að hann hafi góða verklýsingu sem umsjónarkennari, sérkennari og eða þroskaþjálfi barnsins hafa mótað. Þar þarf að vera skýrt hvað stuðningsfulltrúin á að gera, hvenær og í hvaða aðstæðum, hvernig hann á að bregðast við, þegar það á við og svo framvegis. Þó að stuðningsfulltrúi komi barni til aðstoðar í skóla barnið að sjálfsögðu á ábyrgð umsjónarkennararsins. Nú, skólaliðar sem aðstoða nemendur á göngum og í frímínútum þurfa líka að hafa nauðsynlegar upplýsingar hvernig á að bregðast við þegar barni sérþarfir að ræða. Nú, í skólaþjónusta eða sérfræðiþjónusta skóla, eins og hún hefur verið kölluð, á að vera til staðar í öllum sveitarfélögum. Í stærri sveitarfélögum oftast sérstakar skólaskrifstofur og í Reykjavík skólaþjónustan staðsett á þjónustumiðstöðvum borgarinnar. Annars vegar hefur skólaþjónustan þar hlutverk að veita stuðning við nemendur og foreldra og hins vegar við starfsemi skóla og starfsfólkið í skólunum. Á flestum skólaþjónustum starfa bæði sálfræðingar, kennsluráðgjafar og sérkennsluráðgjafar. Auk þess starfa ýmsir aðrir fagaðilar í mörgum sveitarfélögum við skólaþjónustu eins og til dæmis talmeinafræðingar. Þegar í ljós kemur að það þörf á nánari athugun eða greiningu á barni, þá ber skólanum að leita til skólaþjónustunnar. Foreldrar geta sjálfi líka óskað eftir athugun og greiningu og ráðgjöf fyrir börnin sín og þá eiga foreldrar að koma með slíkar beiðnir til skólastjóra skólans. Honum ber síðan að koma þeirri beiðni til skólaþjónustunnar. Allar greiningar sem gerðar eru á nemendum á að gera í samráði við foreldra. Og foreldrar eiga einnig að vera upplýstir niðurstöðu greiningarna.
Skólaþjónustan hefur einnig hlutverk við að greina námsaðstæður barnsins í skólanum og veita ráðgjöf varðandi það og þegar skólaþjónusta veitir ráðgjöf á hún að fylgja henni eftir og leggja mat á hvernig til hefur tekist. Nú, í flestum sveitarfélögum einhvers konar sérúrræði eða sérskólar í færri sveitarfélögum, mun færri, bara 2. En sveitarfélög hafa heimild samkvæmt lögum til að stofna til sérúrræða og sérskóla og flest stærri sveitarfélög starfrækja einhvers konar sérúrræði innan ákveðinna grunnskóla í sveitarfélögunum, oft vegna ákveðinna fallana, svo sem vegna einhverfu eða þroskahömlunar. Samkvæmt lögum þá eiga sveitarfélög sem reka sérúrræði eða sérskóla að setja þeim reglur inntöku og útskrift nemenda. Reglunum fyrst og fremst ætlað að tryggja jafnræði við umfjöllun umsókna í svoleiðis úrræði og vandaða stjórnsýslu við afgreiðslu þeirra. Það eingöngu foreldrar sem geta sótt fyrir barn í sérúrræði eða sérskóla. Það mikilvægt þegar foreldrar að velta fyrir sér þessum möguleikum að þeir fari og skoði og kynni sér vel og skoði úrræðið, aðstöðuna, skipulagið, hugmyndafræðina, nemendahópinn og þekki vel til sérúrræðisins áður en þeir sækja Nú, foreldrar geta sótt fyrir barn sitt í sérúrræði, í sérskóla við upphaf skólagangunar. Það líka hægt að gera það hvenær sem meðan skólagangan og ef barn fer í sérúrræði eins og sérskóla, þá getur það alltaf snúið tilbaka ef foreldrarnir ákveða að það sé ekki rétt úrræði fyrir barnið. Þá getur það snúið aftur tilbaka í sinn heimaskóla. Nú í Reykjavík sérskólinn Klettaskóli og sá skóli fyrir þroskahömluð börn og hann þjónar börnum á öllu landinu. Umsóknir í Klettaskóla til 1. mars ár hvert vegna komandi skólaárs. Þar fjallar sérstakt inntökuteymi þær umsóknir sem berast í skólan. Foreldrar alltaf hvattir til að koma í skólan og kynna sér vel starfi sem þar fer fram. Þeir líka alltaf hvattir til að skoða aðra möguleika, sérstaklega barnir að byrja í 6 ára bekk, að skoða hvað hefur heimaskólinn að bjóða. Til þess að geta tekið sem upplýsasta ákvörðun það hvort að þetta sé það sem hentar. Nú, annars sérskóli í Reykjavík, það Brúaskóli, en hann ekki fyrir 6 ára börn og kemur því ekki til álita við skólaskil eða skólabyrjun. En hann fyrir börn í 4. til 10. bekk með alvarlega geðræna, hegðunar og félagslega erfiðleika og þjóna líka nemendum úr öðrum sveitarfélögum. Í mörgum stærri sveitarfélögum sérstakar deildir sem ætlaðar einhverfum nemendum. Í Reykjavík 5 deildir ætlaðar einhverfum nemendum og nú verið að undirbúa stofnun 7. deildarinnar og þessar deildir fyrir nemendur sem með verulega hamlandi einkenni einhverfu sem hafa veruleg áhrif á nám og skólagöngu þeirra. Í almennu grunnskólum í Reykjavík milli 300 og 400 nemendur með einhverfu á einhverju stigi einhverfurófsins, mjög margir með dæmigerð einhverfu og þarfir þeirra geta verið mjög mismunandi. Allt frá því að þurfa lítinn sem engan stuðning, yfir í það þurfa mjög mikinn og gagngeran stuðning alla skólagönguna. En í deildunum 9 nemendur í hverju deild 1. til 10. bekk. Umsóknarfrestur þar til 1. mars ár hvert eins og í Klettaskóla og þar fjallar sérstakt inntökuráð umsóknir. Í borginni líka táknmálssvið sem þjónustar nemendur af öllu landinu og það staðsett í Hlíðaskóla. Það svið fyrir heyrnarlausa og mikið heyrnarskerta nemendur sem þurfa táknmál og táknmálstúlkun. Önnur sérúrræði ýmis í sveitarfélögunum. Stundum að ræða litla sérdeildir fyrir nemendum mismunandi sérþarfir, svo sem þroskahömlun, geðrænan vanda, misstórar og svo framvegis. Og það
eru skólaskrifstofur í hverju sveitarfélagi eða bæjarskrifstofur sem geta upplýst foreldra það hvað í boði í hverju sveitarfélagi. En mikilvægt, nokkri punktar. Þegar barn byrjar í grunnskóla framundan 10 ára grunnskólaganga. Hver skólastagur mikilvægur fyrir barnið. Það mikilvægt að það nái sínu besta árangri, það finni sér tilheyra og það sé á heimavelli og líðan það sé góð í skólan. Hver skóladagur skiptir máli. Það mikilvægt fyrir hvert foreldri að barnið sé ánægt, það sé öruggt og það sé að taka framförum. Það því ekki bara framundan 10 ára skólaganga barnsins, heldur einnig 10 ára samstarf og samvinna skóla og heimilis. Með það markmiði að sem allra best takist til barninu til heilla. Númer 1 þar traust milli foreldra og skóla. Það mikilvægasti þátturinn að það sé gott traust. Samstarf og samráð milli foreldra og skóla, meðal annars einstaklingsnámskrá barnsins sem gott samstarfstæki. Það mjög mikilvægt að huga öllum þáttum skólastarfsins þegar barn hefur sérþarfir og gleyma engu. Tryggja eins og mögulegt að barninu gangi allstaðar vel, í félagahópnum, í mötuneytinu, í skólastofunni, allstaðar. Jákvætt viðhorf til barnsins og virðing gagnvart barninu mjög mikilvægt og algjör grundvallar þáttur. Og þegar við ræðum skólastarfið og nám barnsins mikilvægt að við nálgumst það og lausnamiðaðan hátt. Það ekki alltaf til svöru öllu, við vitum ekki alltaf hvað rétt að gera, en við teljum kannski eitt betra en annað og þá sjálfsagt að reyna það og við fikrum okkur áfram en alltaf með heill barnsins að leiðarljósi.